Kvikmyndaleikari heims, Clark Gable, kvikmyndaður glottandi þar sem hann æfir vopnaburð, fyrst og fremst til að efla baráttuhug landa sinna. Alls falla rúmlega 50 milljónir manna í þessum mesta hildarleik allra tíma og flestir eru óbreyttir borgarar. Árla morguns þann 10. maí árið 1940 stígur breskur her á land í Reykjavík. Alls koma 25.000 breskir hermenn á næstu misserum. Flestar herdeildirnar í Reykjavík og nærsveitum, svo og á Suðurlandi, en þar einnig að finna all land. Meðal annars töluvörður herafli við Eyjafjörð og austur á fjörðum. Hermennirnir reisa bragga sína vítt og breitt landið, leggja vegi, byggja virki og ráðast í gerð flugvalla. Gríðarleg eftirspurn verður strax eftir vinnuafli. Í einu vetfangi kreppan og atvinnuleysið á bak og burt og Bretavinnan komin í staðinn. Hermann Jónasson, forsætisráðherra, biður Íslendinga að líta á bresku hermennina sem gesti og sýna þeim fulla kurteisi í hvívetna. En það ekki allir sem hlýða ráðherranum. Vilhjálmur skáld frá Skáholti steytir hnefan mót hernum og hrópar: Ég fyrirbýð ykkur að stíga hér á land. Austur á Seyðisfirði verður mikið uppnám þegar Erlendína húsfreyja á Hjalla grípur haglabyssuhólk og miðar á breska hermenn sem ætla að fara án hennar leyfis á hertrukkum túnið að Hjalla. Og það þarf ekki að spyrja að leikslokum, Erlendína knýr Breta til uppgjafar. Liðinu stökkt á flótta. Fjölmargir íslenskir sjómenn hljóta vota gröf vegna stríðsátakana á hafinu. Það eru gerðar skotárásir á íslensk skip, bæði úr flugvélum og kafbátum. Þau sigld niður auk þess sem tundurdufl granda fjölmörgum þeirra. Þrátt fyrir hættuna halda íslenskir sjómenn áfram veiðum á meðan á ófriðnum stendur og sigla með afla sinn til Bretlands, en þar fiskverð nú mjög hátt. Togurunum gert að sigla í skipalestum undir vernd herskipa sem eiga að verja þá fyrir árásum Þjóðverja. Strax í upphafi stríðsins ræðst þýsk orrustuflugvél á togarann Arinbjörn Hersi og særir fjölda skipsmanna. Í mars 1941 ræðst þýskur kafbátur á línuveiðarann Fróða, 5 úr áhöfninni falla og margir særast. Þetta þó aðeins byrjunin. Alls farast hátt á 300 íslenskir sjómenn í þessum hildarleik áður en yfir lýkur. Miðað við stærð þjóðarinnar það svipað mannfall og hjá Bandaríkjamönnum með allan sinn stríðsrekstur. Fljótlega eftir komuna taka hermennirnir að sækja mjög í íslenskan kvennablóma svo að mörgum þykir nóg Það farið að tala ástandið. Íslenskir karlmenn fá ekki inni á skemmtistöðum þar sem hermenn skemmta sér og það hleypir illu blóði í menn. Þangaður aðeins konurnar velkomnar. Skúli Halldórsson, tónskáld, vinnur á skrifstofu strætisvagnanna nærri stórum hermannabraka við Snorrabraut í Reykjavík. Þar voru alltaf skemmtanir sem byrjuðu klukkan 5 á daginn og þá sá maður strauminn af fallegu stelpunum sem voru að streyma í braggan. Þá svona bölvaði mann úr hljóði kannski stundum. Þetta var svona, en það var ekkert við þess að segja. Svona var það að vera og við áttum bara að þakka fyrir að fá ekki nastra. Drykkjuskapur hefur einnig aukist í kjölfar hersetunnar, svo nú farið að skammta áfengi. Lögreglan í Reykjavík telur að 2500 konur hafi náin samskipti við setuliðið fljótlega eftir komu þess og þaraf eru allmargar unglingsstúlkur. Vitað náin samskipti hermanna við stúlkur allt frá 12 ára aldri. Vændi stundað í ákveðnu gistihúsi í Reykjavík samkvæmt upplýsingum lögreglunar, en það langt frá því að þannig sé öll sambönd. Á 400 íslenskra kvenna giftist hermönnum, margar þeirra stofna heimili hér á landi með mönnum sínum, en flestar flytjast utan í stríðslok. Fjölmörg þessara hjónabanda verða farsæl og af þeim komin mikill neyður.
Við erum stödd á Þingvöllum 16. nóvember 1946. Hér á að jarðsetja jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Meðal þeirra sem bera kistuna eru Ólafur Thors og Jónas frá Hriflu. Fyrr í haust lét Sigurjón Pétursson á Álafossi flytja beinin heim eftir að hafa kostað þjóðminjavörð til að grafa þau upp úr assistantkirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Sigurjón fór með beinin norður en hann heldur því fram að Jónas hafi vitjað sín í draumi og beðið sig að sér yrði hjálpað heim úr útlegð. Yfirvöld taka hins vegar af skarið og láta flytja beinin suður aftur og grafa þau á Þingvöllum. Sumir halda því reyndar fram að beinin séu alls ekki Jónasar, heldur af gömlum dönskum slátrara. Skólar landsmanna eru miðaðir við að börn geti dvalist í sveit sumarlangt og séð til að skólunum ljúki helst fyrir sauðburð og kennsla hefjist ekki fyrr en eftir réttir á haustin. Men trúa því að ungmenni hafi gott að því að vinna. Og sveitin kemur líka við sögu í litmynd Óskars Gíslasonar Síðasti bærinn í dalnum. Fólk stendur í löngum biðröðum eftir því að fá miða. Við erum stödd í helli tröllskessu þegar hún fer að rumska. Spenningurinn er að ná hámarki. Hvað þá? Sloppinn aftur að stað á eftir þeim! Sætt börnin góð. Ekki dugar að tefja lengur á bak. Svona. Tröllskessar á eftir ykkur. Svona, á bak og bláma. Já, þú líka. Já, ég hleyp með svo og ég sé gamall og hlumur. Já, hérna eru taumandir. Já, og svo af stað. Allt fer þetta vel að lokum og krakkarnir sleppa úr klóm skessu með aðstoð hins stuttfætta vinar síns Rindils og hestsins Bláma. Rúmu ári eftir að breskur her gengur hér á land taka Bandaríkjamenn að sér hervernd Íslands leið og Bretar draga saman herafla sinn. Fólk tekur strax eftir því að bandarísku hermennirnir eru mun betur klæddir en þeir bresku og þeir hafa meira milli handana og eru stórtækir í framkvæmdum. Þeir koma líka með djassinn, svingið og kanasjónvarpið. Haustið 1944 kemur einn frægasta söngkona heims hingað til lands, Marlene Dietrich, og syngur fyrir hermenn í herskálanum að Hálógalandi í Reykjavík. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Fimmtándi ágúst 1941. Einn umtalaðasti maður samtímans, Winston Churchill, forsætisráðherra Bretlands, kemur til Íslands á leið sinni frá Bandaríkjunum. Churchill heldur stutt ávarp frá svölum Alþingishússins í Reykjavík eftir að hafa hitt Svein Björnsson ríkisstjóra og ríkisstjórnina, en fer síðan inn á Suðurlandsbraut til að fylgjast með hersýningu sinna manna.
Hermann Jónasson forsætisráðherra fylgir Churchill til skips þar sem hinn síðarnefndi veifar til mannfjöldans á bryggjunni og kallar: Hamingjan fylgi ykkur, Guð blessi ykkur öll. «17. febrúar 1943 vélskipið Þormóður frá Bíldudal ferst á Faxaflóa í miklu illviðri með 31 manni. Skipið að koma að vestan en 22 þeirra sem farast eru frá Bíldudal. Í neyðarskeyti sem berst frá Þormóði segir að leki sé komin að skipinu og eina vonin sé að hjálp berist fljótt. Sú von bregst. 10. nóvember 1944. Þýskur kafbátur á Faxaflóa sökk við skipi Eimskipafélagsins Goðafossi með tundurdufli. Einn þeirra sem bjargast Jóhann Guðbjörnsson háseti, en hann nýkominn á stýrisvakt. Ég fer fram eftir og upp í brú og þá skeiði þetta. Sko hef ég verið aftur í þá hef ég ekki lifað það af því að það fórust allir aftur í nema einn. Áslaug Sigurðardóttir að gæta lítils drengs þegar skipið rifnar í sundur. Og ég fer með hann í opboði upp á Efri Tek og þar eru verið að setja út björgunarbátana. En að því skipið hallar svo mikið sko þá hvolfdi botnum. Svo hugsun hefur fyllt Áslaugu alla tíð síðan að drengurinn hefði geta bjargast. Já, því ég var með hann sko, hann var við hliðina og hann satt í bátnum á móti og mamma var á móti og ég rétti henni drengin en báturinn bara hvolfir þannig að þau henda sig sjóin en ég lendi á fleka. Sko ef hann hefði verið mín megin þá hefði hann kannski bjargast. Jóhanni Guðbjörnssyni tekst eftir ítrekaðar tilraunir að losa eitt björgunarflekan. En svo bara skipið bara alveg hægt að síga niður og við björgum þarna í sjónum já, ég held að við verið 10 sem voru að synda hann í sjónum og við björgum við og kon held í 13 á flekan og hann var alveg fullur á sjó. Þetta var talsverð mikið alda og ekki neitt hlýindi þarna og við sáum margt svo bara sekku skipið og við vorum hér búin að fá framastir á flekan af því að það reis upp sko stefnið og þá kom mastrið sko niður og það var hér upp við sluppum og vel þar og það hefði farið á flekan það hefði verið agalegt. 24 farast í árásinni en 18 bjargast. Bandarískt skip finnur fólkið á björgunarflekum og kemur því til hjálpar. Við erum stödd á Þingvöllum í roki og rigningu þann 17. júní árið 1944. Langþráðu takmarki í sjálfstæðisbaráttunni náð. Það er verið að stofna lýðveldi á Íslandi. Alþingi velur Svein Björnsson ríkisstjóra í embætti forseta. Ísland lifi, forsetinn lifi. Stytta verður hátíðahöldin vegna veðurs en talið að ekki færri en 25.000 manns séu samankomnir á Þingvöllum á þessum miklu tímamótum. Á þessari stundu voru símskeyti frá Kristjáni 10. Danakonungi sem hljóðar á íslensku þannig. Þótt mér þykir leitt að skilnaðurinn milli mín og íslensku þjóðarinnar hefur verið framkvæmdur á meðan svo stendur á sem nú vil ég láta í ljós bestu óskir mínar framtíð íslensku þjóðarinnar. Þessa kveðju konungsins þökkum við af alhug. Björg Einarsdóttir ein þeirra fjölmörgu sem taka þátt í þessu einstæða augnabliki á Þingvöllum þegar lýðveldið verður til. Og ég held að einna minnistæðast frá þessari stundu þarna sé fagnaðarópin sem brutust út við þetta skeyti. Ég held að mörgum hafi létt
En síðan las ég lengur seinna í endurminningum Jón Sveinbjörnssonar konungsritara hvað hann hafði mikið fyrir því að fá konunginn til að senda þetta skeyti. En það var annað mál. Sambandsslit nú eru reyndar umdeild. Mörgum þykir illa komið fram við Dani í ljósi þess að þeir eru hersetin þjóð. Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu sambandslega samningin og hina nýju stjórnarskrá taka þó af öll tvímæli vilja þjóðarinnar. Kosningaþáttaka tæp 99% og aðeins 377 kjósendur á móti sambandsslitum. Á útmánuðum árið 1945 ljóst að Þjóðverjar hafa tapað styrjöldinni, en endanleg uppgjöf þeirra dregst fram í maí. Bandaríkjamönnum gengur ekki eins vel í stríðinu gegn Japönum sem nú eru farnir að beita sjálfsmorðsárásum. Til að binda enda á styrjöldina og taka af allan vafa hernaðarmátt Bandaríkjanna gripið til kjarnorkusprengjunnar sem nú búið að smíða. Borgirnar Hiroshima og Nagasaki eru jafnaðar við jörðu. Mannfallið óskaplegt. Heimurinn hefur ekki áður kynnst slíkum eyðileggingarmætti. Japanar gefast upp. En samkomulag stórveldana, ekki síst Bandaríkjamanna og Sovétmanna, stirt þrátt fyrir sigurinn á Þjóðverjum. Stórþjóðirnar koma sér upp hernaðarbandalögum og vígbúast enn á ný. Það skollið á nýtt stríð, svokallað kalt stríð. Hér á landi, eins og svo víða annars staðar, mikil hátíðarhöld á friðardaginn 8. maí. Í Reykjavík eru ræður fluttar af svölum Alþingishússins og biskup Íslands, herra Sigurgeir Sigurðsson, messar í Dómkirkjunni. Síðar daginn og kvöldið kemur til óspekta og stimpinga, aðalega milli breskra sjóliða og reykvískra ungmenna. Rúður eru brotnar í verslunum og lögreglan grípur til þess ráðs að dreifa mannfjöldanum hvað eftir annað með táragasi. Eitt af því sem Íslendingar kunna vel að meta eru villisjepparnir sem bandaríska herliðið flytur hingað með sér í stríðinu. Hér kominn bíll sem hentar bæði landi og þjóð, ef þannig má orðið komast. Að vísu blæjan ekki upp á marga fiska, hún þolir ekki íslensk vetrarveður. Menn taka upp á því að smíða hús á bílana. Einn þeirra Egill Vilhjálmsson, innflytjandi, sem lætur smíða hús með eikargrind og jeppinn orðinn íslenskur. Draumurinn hefur ræst. Árið 1950 eru skráðir hér 1448 villisjeppar, eða tæpur fjórðungur allra fólksbíla í landinu. Hér gefur að líta trúlega fyrstu kvikmynduðu auglýsinguna á Íslandi fyrir smjörlíkisgerðina Smára. Það vasanhífur sem í einu af aðalhlutverkunum. Myndin byrjar auðvitað á því að smjörlíkisklípa færð á pönnuna og því næst gefur lambalærið sig fram. Kutin sker hækilinn af og vísar honum umsvifalaust út úr mynd. Þegar rafurmagshellan með steikarpönnunni komin á mitt sviðið lærinu skellt í kraumandi smjörlíkið og steikingin hafin. Eitt af athafnaskáldum þjóðarinnar, Ragnar Jónsson, eigandi smjörlíkisgerðarinnar Smára. En hann ræðst í það í upphafi 5. áratugarins að gefa út Laxdælu með nútíma stafsetningu ásamt Halldóri Laxness. Yfirvöld banna útgáfu fornrita nema með samræmdri stafsetningu fornri eins og það orðað. Þegar þeir félagar hafa gefið út Hrafnkelsssögu Freyskoða á sama hátt þeir dæmdir til fésekta en sýknaðir seinna í Hæstarétti.
Halldór kemur líka víða við, hér gluggar hann í handrit ásamt Guðlaugi Rósenkrans sem nú að verða þjóðleikhússtjóri. Menn deila líka abstrakt málverk og atómljóð. Ungu skáldin segjast þreytt á gamalli dýrkun landsmanna á stöðlum og höfuðstöðum. Nýjar stefnur í myndlist eru líka að ryðja sér til rúms. Sýning sem formaður menntamálaráðs, Jónas frá Hriflu, heldur árið 1942 í Alþingishúsinu á málverkum klessumálarana, eins og hann kallar suma listmálara, veldur miklum blaðaskrifum. Jónas lætur jafnframt stilla út málverkum 5 þekktra listamanna í glugga verslunarinnar Gefjunar í Aðalstræti í Reykjavík til að sýna almenningi nýmóðins íslenska list, eins og hann orðar það í háðungarskyni. Formaður menntamálaráðs langt frá því að vera sáttur við þróunina í myndlistinni. Fimmti áratugurinn áratugur mikilla íþróttaafreka Íslendinga. Það ríkir sannkölluð gullöld í frjálsum íþróttum. Gunnar Húseby verður Evrópumeistari í kúlukasti í Oslo árið 1946, aðeins 22 ára gamall, fyrstur Íslendinga að hreppa Evrópumeistaratitil. 2 árum áður á hann 3. besta árangur í heiminum í kúlunni. Gunnari spáð glæstri framtíð á íþróttavellinum, en hann vínhneigður og þegar ságállin á honum þá æfir hann ekki heilu og hálfu missirinn, en rífur sig upp á milli og slær þá nýtt met. Tvíburabræðurnir Örn og Haukur Klásen ná miklum og glæsilegum árangri í hlaupum, stökkum og tugþraut. Torfi Bryngeisson, frjáls íþróttamaður, einnig í hópi bestu íþróttamanna álfunnar, svo og Finnbjörn Þorvaldsson og Sigurður Jónsson Þingeyingur. Árið 1948 sigra Íslendingar Finna í landsleik í knattspyrnu á Melavellinum í Reykjavík með 2 mörkum gegn engu og þó vantar besta leikmann þjóðarinnar, Albert Guðmundsson, en hann fyrsti atvinnumaður Íslendinga í knattspyrnu og leikur nú með Nancy í Frakklandi. Í júli þetta sama ár ræðist Albert til AC Milan og þá hæst launaði knattspyrnumaður Ítalíu. Nýjasta íþróttagreinin hins vegar handboltinn sem menn stunda utan hús sem innan. Fólk heldur ánægt heim á leið eftir að hafa fylgst með glæsilegum sigrum á Melavellinum í Reykjavík. 29. mars 1947. Hekla tekin að gjósa eftir 102 ára svefn. Fyrsti gosmökkurinn 27 km hæð. Skömmu fyrir gosið verður jarðskjálftakippur sem finnst mest allt Suðurland. Vindur stendur á norðri og hefur mikið magn ösku fallið í Fljótshlíð á Rangárvöllum og undir Eyjafjöllum. Meðal þeirra jarðvísindamanna sem rannsaka gosið Sigurður Þórarinsson. Í byrjun nóvember verður sá hörmulegi atburður að annar vísindamaður, Steinþór Sigurðsson magister ferst þegar hann verður fyrir brennandi hraunhellu, þar sem hann kvikmynda hraunstrauminn úr fjallinu. (29. maí 1947) 25 menn farast þegar Dakota-flugvél Flugfélags Íslands rekst á fjall í Héðinsfirði. Síðast sést til vélarinnar við Reyðará, norðvestan undir Siglunesi, en þá veifa farþegarnir til fólksins á bænum þegar vélin flýgur lágt yfir. Mikið dimmviðri á þessum slóðum þegar vélin ferst. 29. júlí 1947. Nýsköpunartogarinn Bjarni Ólafsson kemur til heimahafnar á Akranesi frá Englandi, en skipstjóri Jónmundur Gíslason. Togarinn einn af 32 sem stjórnin hefur látið smíða til nýsköpunar atvinnulífs í landinu. Akurnesingar hafa sett á laggirnar bæjarútgerð til að annast rekstur togarans. Fyrsti nýsköpunartogarinn Ingólfur Arnarsson kom hins vegar til Reykjavíkur fyrr á árinu, en þá voru þessar myndir teknar. 9 skipin geta flutt 300 lestir af ísuðum fiski í lest og meðal þeirra fullkomnustu sem smíðuð hafa verið. 11. mars 1948.
Hvítá og Ölfusá flæða yfir bakka sína og verður fjöldi fólks að yfirgefa hús sín á Selfossi. Bærinn minnir einna helst á Feneyjar, segja tíðindamenn það reistra, en margir bregða á það ráð að fara á milli húsa á bátum og flekum. Hótel Tryggvaskáli umflotin vatni. Þegar Esjan leggst að bryggju í Reykjavík í byrjun september árið 1949 borð 180 þjóðverjar, aðalega ungar konur, sem bændur landsins hafa ráðið í vinnu til sín. Konurnar sjá Ísland sem land tækifærana. Þeim vel tekið í sveitum landsins, þar sem nú víða kvenmannsskortur og margar þeirra ílengjast hér og giftast heimamönnum. Spurn eftir ýmiss konar heimilistækjum vex til mikilla muna á 5. áratugnum, en fólk kynnist slíkum tækjum fyrst í stríðinu. Tæknivæðing heimilana hafin. Fleiri og fleiri hafa efni á því að kaupa ískáp, þvottavél, já eða ryksugu, en svo kemur að gjalddaganum. Í lok ársins 1947 gjaldeyrisforði stríðsárana uppurinn og nýsköpunarstjórnin sprungin vegna deilna Keflavíkursamninginn og veru Bandaríkjahers á Íslandi. Harkalegri skömmtun komið á. Heimilistæki hverfa úr verslunum, vörur eins og kaffi, sápa, hveiti og sykur fást aðeins gegn skömmtunarseðlum. Slegist skófatnað, já eða bolla og diska þegar slíkar gersemar sjást í verslunum. Tími biðraða og hafta runnin upp. Aldrei í sögunni hefur verið jafn nauðsynlegt að hafa góð sambönd og nú. Björg Einarsdóttir að stofna heimili þegar hvað erfiðast alla aðdrætti. Það vantar allt til alls. Við þurftum að setja til dæmis skápa í Sefnibergi og það var ekki nokkuð lifandi leið að fá neitt efni í skápin nema að sækja fyrst það til fjárhagsráðs og við sóttum leyfi til þess að kaupa krossvið í fataskáp í Sefnibergi og fengum synjun. Þegar raftækjaverksmiðja Hafnarfjarðar auglýsir í september árið 1949 ískápa sem nú farið að framleiða í Hafnarfirði ásamt raffa eldavélunum berast 2000 pantanir fyrstu dagana. Árið 1948, þegar Óskar Gíslason að vinna að heimildarmynd frækilega björgun áhafnarinnar af breska togarunum Dahoo, sem strandaði við Látrabjarg árinu áður, vill svo einkennilega til að annar breskur togari, Sargon, strandar á svipuðum slóðum. Óskar nær að kvikmynda þá björgun, en alls tekst að bjarga 18 mönnum við mjög erfiðar aðstæður úr báðum skipunum. Kvikmynd Óskars, sem eins og merkilegasta sinnar tegundar, sýnd víða heim, en hún sýnir vel dugnað, kjark og þor fólks þar vestra sem leggur allt í sölurnar til að bjarga mönnum í nauð. Á baki góðu íslensku hestana koma þeir til næstu bæja. Það má ekki seinna vera því að margir þeir eru nær dauða en lífi. 3 daga, 3 nætur að viðbættum 3 klukkutímum tók björgunarverkið. Frá því klukkan 12 hádegi föstudaginn 12. desember til mánudags 15. desember klukkan 3 eftir hádegi. Við stödd á tröppum Þjóðleikhússins sumardaginn 1. árið 1950. Vígsla hússins að hefjast og prúðbúnir gestir streyma upp tröppurnar. Almenningur hefur einnig flykkst að og fylgist forvitin með þegar boðsgestirnir koma í leikhús þjóðarinnar.
Hér má sjá Völu og Gunnar Thoroddsen borgarstjóra ásamt foreldrum Völu, þeim Dóru og Ásgeiri Ásgeirssyni. Hér koma líka Anna Borg og maður hennar leikarinn Pól Raumert. Páll Ísólfsson grípur sprotann í upphafi vígsluhátíðarinnar og stjórnar forleik eftir sjálfan sig. Í heiðurstúku Georgía forsetafrú, en forseti Íslands, Sveinn Björnsson, dvelur erlendis þessar mundir sér til heilsubótar. Ákveðið hefur verið að Íslendingar þiggi svokallaða Marshall-aðstoð frá Bandaríkjónum, en með samningi þjóðanna fá Íslendingar 30 milljónir dala að gjöf og 9 milljónir að láni. Bandaríkjamenn sem reiða fram féð eru hræddir að ef efnahags ástand þjóðarinnar skán ekki, nái vinstrimenn og kommunistar völdum á Íslandi. En hvað sem því líður þá koma peningarnir í góðar þarfir. Marshall-aðstoðin kemur í veg fyrir að innflutningur nauðsynjavara til landsins stöðvist. Það einnig ráðist í byggingu Sogsvirkjunar. Sementsverksmiðjan á Akranesi og áburðarverksmiðjan í Gufunesi eru þar að auki byggðar með aðstoð Bandaríkjamanna og Marshall-aðstoðarinnar. Íslensk yfirvöld ákveða í ljósi hins kalda stríðs stórveldana að taka þátt í stofnun Atlantshafsbandalagsins. Meirihluti þingmanna aðildinni hlynntur en þjóðin ekki á einu máli. Aðild að Atlantshafsbandalaginu eitur í beinu margra vinstrimanna og kommunista. Þegar kemur að atkvæðagreiðslu málið á Alþingi 30. mars 1949 safnast mikill mannfjöldi saman á Austurvelli. 2000 manna stuðningslið stjórnarinnar kallað út og umkringir Alþingishúsið til að verja það. Skömmu síðar kemur til einna mestu átaka hér á landi í áraraðir. Lögreglan beitir kylfum og táragassi til að dreifa mannfjölda sem grýtir Alþingishúsið, lögreglu og svokallaða hvítliða, stuðningslið stjórnvalda. Sveinn Björnsson forseti stillir því mjög í hóf að koma opinberlega fram. Hann vill frekar að spurt sé af hverju hann ekki hér, heldur en af hverju hann hér. Engar síður ferðast hann í forsetatíð sinni víða landið og hér hann í opinberi heimsókn á Akureyri. Tekið á móti forseta í Lystigarðinum. Einn þeirra sem hyllir Svein Sigurður Eggjars bæjarfógeti. Aðeins ári eftir að þessi mynd tekin Sigurður allur. Í þetta sinn fer forsetinn með varðskipinu Ægi. Forsetabíllinn sem að gerðinni Dodge, smíðaður í Kanada árið 1942, hífður borð. Akureyringar hrópa ferfalt húrra fyrir forseta sínum þegar hann kveður af brúarvagnum á gamla Ægi. Í næsta þætti fjöllum við einstæða björgun fólks og flugvélar af Bárðarbungu
eftir Geysislysið svo kallaða. Við förum í róður með einum af frægustu sonum Vestmannaeyja, Binna í Gröf. Við heimsækjum líka Tívolí í Vatnsmýrinni í Reykjavík og Vetrargarðinn þar sem landsmenn velja fegurðardrottningar sínar og fylgjumst með viðtökunum þegar Halldór Laxness kemur heim eftir að hafa hlotið Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Við skreppum líka borð í glæsilegasta farþegaskip landsmanna, Gullfoss, og kynnumst fastagestum og lífinu borð. Við verðum einnig vitni að eina af lengstu stökkum Íslandssögunar þegar augu heimsins beinast skyndilega að ungum Austfirðingi sem staddur í Ástralíu. Without a dream in my heart, without a love of my own.